Við ætlum að setja ykkur í samband við sveitafélagið Ölfus og þar hún Barbara Guðnadóttir, menningarfulltrúi. Hæ? Já, sæll. Hvað segir þá? Bara ljómandi fínt. Finnst þér ekki þessi kappi skemmtilegur? Jú, Litli Richard. Þetta rosa sveifla. En þú ert að dansa við þetta? Það sér hérna bara alveg yðar í sætinu. Nákvæmlega. Herðu, nú bara 5. desember og 19. dagar til jóla. Hvað nú framundan hérna hjá okkur? Það svo mikið, ég veit ekki hvar ég á að byrja. Já. Það rosalega margt framundan. Já, byrjum einhvers staðar. Það voða jólalegt og hérna ískallt úti náttúrulega og ég hérna í þykkri lopapissu. Svona tvöfaldri eiginlega. Hún svona, þetta með Þorlákshafnarmunsturinn rosalega mikið munstur sem tengir sjómnum og Þorláki Helga og eitthvað. Hún alveg geggjuð. Sem betur fyrir að það svolítið kalt hérna hjá okkur. Það og það er alltaf kaldara við sjóin. En það ekki? Jú, ég held að því að það svona mikill brunagatri þá þetta svona nokkuð jaft. Já, ég myndi segja það. En það nú verið að tala að frosti eigi eftir að fara upp í 17-18 gráður í dag. Já, og þess vegna fór ég með lopapissuna í vinnuna. Maður öllu búinn. Já, ég með þykk úlpuna mína hérna hjá mér. Já, þetta almennilegt, þetta bara eins og í útlöndum. Já. Þá stundum svona rosalega kalt. Já. Ég upplifði einhvern tímann 20 stiga frost í Suður Þýskalandi og þar var mikill raki. Það var miklu kaldara og illa kynnt húsin og þetta var svaka kuldi. Ég held mér að það bara aldrei verið jafn kalt. En við getum þakka fyrir það sé ekki mikið rók með þessum kulda. Nei, þetta bara dásamlega fallegt. Það líka svo mikið birta af snjónum, þannig að þetta bara yndislegt. Nákvæmlega. Kertaljósi inni við og lopapissuna sína, þá maður bara góður. Nákvæmlega. Ég sé hérna inn á heimasíðunni hjá okkur Ölfus.is að á morgun frá 10 til 14 og þá er vinnu- og hæfingastöðin í Þorlákshöfn með opið, eða hvað, hún að byrja að selja jólavörur. Þau eru alltaf að búa til alls konar hluti, mjög sniðuga og fallega og sennilega svolítið jólatengda núna þessum ástíma. Og þeir verða með opið hús og fólk getur bara komið og skoðað og það hægt að kaupa. Nesla hjá þeim. Þannig að þetta bara árvitt búið að vera í nokkur ár sem þau eru bara með opinn dag. Svona í byrjun aðventu, en svo alltaf hægt að koma þarna inn og kíkja á þetta þó að ef maður kemst ekki akkurat þennan dag. Já. Þetta bara byrjun á því sem koma skal helgina. Ég held að starfsmenn úr leikskólanum Bergheim, þeir verða með eitthvað hérna í Ráðhúsinu á morgun líka, einhvers konar jólabasar. Þannig að það verður hérna yfir daginn og svo á laugardeginum bara, ég held að maður komist bara ekkert úr Þorlákshöfn. Hér verður allt að gerast. Glæsilegt. Það handverksfélagi ætlar að vera með jólamarkað í Ráðhúsinu. Já. Bæði laugardag og sunnudag og svo eru tónleikar Tón og Trix hérna klukkan 3 í Ráðhúsinu. Frábært. Og þeir sem ekki vita hverju Tónar og Trix þetta tónlistarhópur eldri borgara. Búin að vera hérna Ása Berglind Hjálmarsdóttir stjórnar honum og þetta byrjaði með því að hún var að vinna verkefni í námi þar sem hún var að svona velta fyrir sér hvað áhrif tónlist hefði á eldri borgara. Já. Og bara notaði þau sem tilraunadýr. Já. Og þetta var svo skemmtilegt að það vildi enginn hætta og þau eru bara ennþá starfandi. Það er rosalega gaman og þau eru að flytja alls konar jólalög og þjóðlög, þjóðvísur og ýmislegt og margt líka sem að þau sjálf hafa verið að semja. Nota trommur og sílafóna og ég veit ekki hvað og hvað. Frábært. Svo verða skólakórarnir að syngja með þeim líka. Já. Og svo verður í Hendri Höfn kvöldi, þar heilmikil dagskrá, þar mætir Guðni Ágústsson að lesa upp úr bókinni sinni. Já. Og svo verða tónleikar með Unni Birnu og Jóhanni Vigni. Já, frábært. Kvöldi og þar verður hægt að panta borð og fá sér eitthvað borða og í bara næsta húsi svo Svartisöður með jólahlaðborð. Þannig að það nóg að vera hérna. Það mikil stemning framundan. Algjörlega og náttúrulega jólamarkaðan svo aftur á sunnudeginum. Já. Þannig að ég held að þetta sé bara mér þetta svo æðislegu tími aðvendan. Það einmitt alls konar einhver svona menningar viðburðir. Skemmtilegir, notalegir, kósí menningar viðburðir út allt. Það bara þannig sem aðvendan á að vera. Hún á að vera notaleg. Já, þetta alveg dásamlegt. Ég sé að aðvendu dagatal Ölfus, það komið út og komið inn á netið. Það alveg stútfullt af einhverju. Það einmitt ágætt að hafa svona samantekt. Þetta
fólk hengir þetta á, við hefum annars látið prenta þetta og sendt í hús og fólk með þetta á ískapnum hjá sér og veistu hvað mér finnst best við þetta? Ég alltaf svo ruggluð í nöfnunum á blessuðum jólasveinunum. Já. En þarna eru nöfnin og maður sér alveg hvenar fyrsti kemur. Já. Og því ég með lítinn gutta og þá spyr hann, mamma, hvað jólasveinn kemur á morgun? Og þá bara kíkir maður á ískapinn. Kannast við það? Og sér, já, það ertu líka ekki með þetta hreinu. Nei. Þetta er nú skammalegt. Já, ég veit það. Það kunni ekki vísuna hans Jóhannesar úr Kötlum. Já. Það maður þyrfti bara romsa hana og þá væri maður með þetta. Já, við skulum ekki dræða hann of mikið það í byrni. En veistu það, ég var að heyra það í það voru rannsóknir sem að var að verið að segja frá rannsóknum þar sem að kom í ljós að það væri svo gott fyrir fólk, sérstaklega svona þegar þegar eldast, að læra vísur og vinna alls konar svona hugaleikfimi, virkja heilan svolítið, læra símanúmer en þú veist, hver gerir það í dag, bara með allt í minninu. Man það er ekkert að maður kunna neitt, maður er með allt í símanum. Já, þetta er orðið svolítið svona tækjatengt, sko. Já, og þetta við erum náttúrulega kynsla sem að gætum átt í vanda þegar 11 árin fara að færast yfir og maður fyrir að gleyma og svona. Jú. Þannig ég held að veri rosalega snuðt bara að reyna að læra eitthvað vísur og þessar jólavísur náttúrulega. Já, til dæmis. Bráði, þannig ég skora á alla að fara á næsta bókasafn og ef þau ekki bókina hans Jóhannesar úr Kötlum, þá bókina lána það og bara fara að æfa sig, þjálfa hugan. Fara í hugaleikvimi. Já, af því að ég er til að segja þegar sem ég Sudoku ekki skemmtilegt. Nei. Sumir eru svona Ég er á sama plani og þú þá. Já, en við fyrir bara í vísirnar. Já, það eru mjög skemmtilegt. Við slegið okkur og svona á mannamótum. Vinsar alltaf fólki á staðnum. Já, algjörlega. Kemur þessi. Hvernig er með þið sjálfa, Barbara? Hefurðu tíma til að huga að jólunum? Ertu byrjað að baka til dæmis? Það er búið. Það er búið? Já, mér finnst svo æðislegt að eiga bara nóg af einhverju bakkelsi yfir aðvenduna. Byrja bara á því, fylla stökana og baukana og svo hefur engin list á þetta þegar jólin eru komið. Allavega ekki á mínu heimili. Þá fer maður í eitthvað annað. Allir búin að borða sig gatt. Já. Þannig að þú ert búin að baka og jólaskrautin komið upp og? Já, það er reyndar verið að kvarta, þeir vilja hafa meira. Já. En mér finnst þessar jólaseríur bara ekkert endast. Ég er eiginlega búin að gefast upp á því að reyna að setja jólaseríur út allt. Já. Leiða því að vera að byrja hverju ári að endurnýja allt saman og... Já. Þannig ég er bara með fallegar stjörnur út í glugga. Já. Og svo erum við með við erum með rosa stóra stofu og hátt til loft, þannig að þar kemur 3 metra jólatré. Nó, nærðu mér. Ert þú með? Ég er með... Nærðu ekki 3 metra jólatré? Ég er með 2,50. Já, það er nú dágott. Þetta er rosalega gaman og þegar jólatríð komið þá hætti allir að kvarta. Já. Þá er bara, þetta er náttúrulega svolítið fyrirferð. Já. Þetta er yndislegu tími. Alveg dásamlegt. Bara takk kærlega fyrir spjallið og alltaf gaman að heyra í þér. Ég segi bara góða helgi og við heyrjumst í næstu viku. Já, takk sömuleiðis, góða helgi. Sömuleiðis, takk. Hafið það hlýtt. Já, takk fyrir það. Já, bless.